Og þá er komið að 5. lið á dagskrá, nei 4. lið, ætla ég nú að segja, samþykkt skilti og auglýsingar og til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér liður 14 í fundargerð skipulagsráðs dagsett 10. mars 2021. Lögðu fram tillaga breytingu á samþykktum skilti og auglýsingar til samræmis við bókun skipulagsráðs á fundi 24. febrúar 2021 í máli 2021-02-0858. Í breytingunni felst að bætt við ákvæði að skilti og auglýsingar á hliðum biðskýla fyrir almenningssamgöngur séu undanþegin samþykktinni. Meirihluti skipulagsráðs samþykkir tillögu breytingu á samþykktinni og vísa málinu til samþykktar bæjarstjórnar. Arnfríður Kjartansdóttir vaflista satt hjá við afgreiðsluna. Einnig á 6 stöðum kemur fyrir Akureyrarkaupstaður í reglunum og legg til að því verði breytt í Akureyrarbær. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sinni. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að sitja hjá við afgreiðslu þessa máls. Það er aðallega vegna þess að ég er ekki alveg sátt við auglýsingar á strætisvagna biðskýlum séu undanþegnar þessum reglum og þessi skoðun kemur svolítið í kjölfarið af umræðu sem er gríðarlega áhugaverð neyslumenningu. Það er nefnilega þannig að ef við ætlum að ná verulegum árangri í loftslagsmálum þá þurfum við að minnka neyslu. Þetta held ég að flestir séu einhvern veginn sammála en svo þegar kemur að því að minnka neyslu, það er að segja að taka ákvarðanir sem að varða það, þá oft eins og fólk eigi pínu erfitt með að tengja þarna á milli. Og ég ætla bara að segja að auglýsingar hvetja til neyslu. Þannig að ég vil hafa sem fæstar auglýsingar í umhverfinu sem að neytendur og íbúar í samfélaginu geta ekki vikist undan að sjá. Af því að maður getur svolítið ráðið í hvað maður les eða á hvað maður hlustar og það er tiltölulega auðvelt að sneiða fram hjá auglýsingum í fjölmiðlum og internetinu. En í umhverfinu þá er það erfitt og sérstaklega þegar eru auglýsingar sem eru við fjölfarnar götur og stíga og að þar auki auðvitað geta haft mjög truflandi áhrif á aksturshæfni fólks. Þannig að en það er svo sem ekkert alvarlegri þetta sem ég hef athugað við þessa skiltagerð, þessa skiltareglur. Þannig en ég bara mun sitja hjá vegna andstöðu við kapitalismann. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég mun að sjálfsögðu samþykkja þessa breytingu en mér finnst kannski ástæða til þess að hvetja formann skipulagsráðs og þá skipulagssvið til þess að fara í þá vinnu að endurskoða þessa reglu sinni í heild sinni vegna þess að við höfum rætt það nokkur sinnum innan skipulagsráðs að það var talað að fara í endurskoðun á þessum reglum og það dregist úr hömlum. Það var hins vegar ákveðið skipulagsráð að koma þessu máli að vegna beiðni frá umhverfis- og mannvirkja sviði og ég tel það bara vera að hennu góða að það sé sett inn og þetta er í samræmi við reglur breytingar sem að Reykjavíkurborg gerði á reglum sínum skilti og skiltagerð þannig að innan bæjarmarkanna. Ég tel það bara vera hennu góða en hvet formann skipulagsráðs til þess að koma þessari vinnu áfram. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég byrjaði að svara Sóley, kannski, bæjarfulltrúi Sóley Björk, varðandi þessar auglýsingar að þá finnst mér náttúrulega að þær eigi rétt sér. Hitt finnst mér vera
forræðishyggja að banna allt allstaðar. Mér finnst að fólk eigi að hafa val og neysluhyggja hjá fólki. Hún á að vera val líka. Auðvitað þurfum við að stefna því að minnka neyslu, alveg sammála því. En það verður hver og einn að gera það fyrir sig og við gerum það ekki með því að hætta að auglýsa. Ég tel það ekki rétt. Og varðandi reglurnar að þá búið að tala að taka upp þessar reglur síðan að ég settist fyrst í skipulagsráð fyrir 3 árum eða eitthvað um það bil. Þetta er svolítið stórt mál að fara í þessar reglur og á þessu ári erum við með ansi mörg verkefni í skipulagsráði en ég er alveg klár á að setja þetta á dagskrá eftir áramót að endurskoða þessar reglur og gera það hratt og vel. Þannig að takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson loki máli sínu. Orðið er laust. Næst til máls bæjarfulltrúi Sólu Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúi, ég bara þakka af öllu hjarta bæjarfulltrúa Þórhalli fyrir að gefa mér ástæðu til þess að koma einn upp og ræða aðeins betur neyslu vegna þess að það vita það allir að auglýsingar eru til þess gerðar að hvetja til neyslu. Það eru ekki lengur til þess gerðar að láta fólk vita af því að eitthvað sé til eða eitthvað hafi borist til landsins eða eitthvað svoleiðis. Auglýsingar eru þannig úr garði gerðar að það er fjöldi fólks sem hefur á því atvinnu og stendur sig virkilega vel í því að átta sig á því hvernig er hægt að fá fólk til þess að kaupa sem mest. Og ég er nefnilega akkurat á sömu línu og Þórhallur með frelsið. Að ég vil bara fá frelsi frá þessari stýringu. Þannig að við erum næstu á sama máli en það er akkurat þetta sem er síðan alveg lykilatriði. Þú veist, auðvitað þarf að minnka neyslu en við viljum bara samt ekki taka ákvarðanir sem að verða til þess. Og það er stóra vandamáli. Vegna þess að vandamálið loftslagsbreytinga liggur ekki hjá einstaklingum, heldur liggur miklu meira hjá stjórnvöldum og stórfyrirtækjum sem hafa raunverulegt vald til að gera raunverulega breytingar. Takk. Það er bæjarfulltrúi Sólu Björk Stefánsdóttir loki máli sínu. Orðið er laust. Næst til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Því erum formaður umhverfis- og mannvirkjaráðs, þá kannski bara skýra örlítið hvers vegna þessi beiðni kemur frá umhverfis- og mannvirkjasviði. Það er vegna þess að við erum að vinna því að taka upp nýtt leiðakerfi strætó og stoppkostnaðurinn við það er eitthvað yfir 100 milljónir króna, þess að breytingar á stoppistöðvum og aðstöðu fyrir vagna og þess háttar. Og við vonum að það geti skilað nokkrum milljónum í kassan auglýsingar á strætóskýli. Hjálpa til að brúa þetta bil, en ég vil líka benda á að það er ekki allar auglýsingar sem að snúast neyslu, Coca-Cola eða nýjan fjallabíl. Það eru til dæmis bara sem að mér datt í hug í svipinn auglýsingar gegn sígarettureykingum og auglýsingar að það maður þurfi ekki að vera hræddur við fólk með stóma og það eru auglýst rafhjól og það er auglýst Reykjavíkur maraþon sem er lýðheilsa og svo framvegis, þannig að vonandi verður þetta ekki allt frá Kölska komið sem að ber fyrir augu okkar. Takk. Það er bæjarfulltrúi Andri Teitsson loki máli sínu. Orðið er laust. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs þess að geta samþykkt þessar breytingar á reglunum og skiltin. Gefið merki. Það eru 10 móti, 1 situr hjá.